Komið sæl og verið velkomin í handboltakvöld. Það stutt á milli leikja núna, allt að gerast í úrslitakeppni í Ólafsdeild karla og kvenna. Við ætlum að byrja núna á því að fara yfir leikina sem hafa verið helgina í áttalúrslum Ólafsdeildar karla. Með mér eru Lúther, ritstjóri og eigandi 5-1 og Andri Heimir, leikmaður í BF. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Hvernig svona hefur þér þótt úrslitakeppnin til þessa? Eins og bara byrja öfluga bara, veist. Já, bara hörkuleikir og allt bara í blóma held ég. Bara eins og allir vilja sko. Sammála því Lúther? Já, þetta er bara frábært svona upp á fyrir áhorfandann. Ein umferð, 4 spjöld, 2 þjálfarar í leikbann og bara eins og Andri segir, bara allt hörkuleikir. Ef við byrjum á því að tökum bara fyrsta leik sem fór fram á laugardaginn, það er Akureyringar tóku á móti Haugum og þá voru nú flestir búin að afskrifa Akureyringa en þeir svöruðu fyrir sig og settu sokk upp í 1 eða 2. Allan munnin á þér. Já, þeir gerðu það. Nei, ég bara einhvern veginn, mér fannst á þessu leik Akureyrar fyrsta leiknum þeim vantaði allt. Það vantaði allt hjá þeim. Bara vörnina hjá þeim, markvörsluna, sóknarleikinn, það er svo sem ekki þetta hæpa sóknarleik þeirra mikið upp í vetur en varnarleikurinn var allur í mólum og það einhvern veginn, það er bara allt annað lið fyrir norðan. Andri Hreiðarleifi með 18 bolta gegn 3 boltum frá Gídrúi Morgunas. Þetta er ýmislegt að segja í handboltaleik. Já, þú átt ekki að vinna leik ef þú ert með 3 bolta varða sko, ég segi það nú ekki en þeir bara, ég veit nú ekki alveg hvað, ég sá náttúrulega ekki þennan leik sko en Hreiðarleifi var víst bara mjög góður í þessu leik og lokaði bara rammanum og líka halda Haugum í, ég veit ekki hvað, 20 marki. Já, það er rosalegt. Það tel ég bara að vera helviti gott sko. Ef við kannski kíkjum bara aðeins á svipmyndir úr þessum leik, þá tökum við hérna, rýnum í fréttir frá RÚV, það sem farið er yfir leikina. Þetta er náttúrulega, við getum alveg verið sammála um það að þetta kemur óvart. Já, ég vildi allavega sjá bara betri leik Akureyringa heldur en á Ásvöllum. Það voru rosalega lélegir þar og bara það voru ekkert margir sem kannski reiknuðu með því að þeir myndu vinna Haugana en allavega þeir myndu þá bara tapa með sæmd sko. Ég bara að þeir myndi gera betur, 27 hálfleik sko. Það er náttúrulega ekki bjóðandi í úrslitakeppni. Það bara getur ekki verið sko. Og ég held líka að þeir hafi viljað svolítið að svara fyrir sig sko. Nákvæmlega. Það er vont fyrir þá að detta út úr úrslitakeppninni skorandi kannski bara 20 mörk eða eitthvað sko. Er hægt að kalla þetta vanmat í Haugum? Það einhvern veginn gerði allir ráð fyrir þetta átti bara að vera létt fyrir þá. Þetta átti bara að fara, við áttum bara að keyra til Akureyrar, slátra þeim, búið skilur 5 daga frí. Greifinn og Gautin og veist, þeir, já, örugglega, þeir komið með hálfum haus þarna sko. Akureyrar bara mættu bara aldrei sko. Lömdu það víst svakalega bara eins og Akureyrar gera og þeir hafa svolítið gaman að beita smá hörku og þeir fengu að gera þarna. Og sá það líka bara eins og á klippunni, þú veist, það er bara þeir eru að fagna, þú veist, þeir eru bara að kassa hvern annan og það er bara komið svona stemming, sko. Sverri talaði um það í viðtali eftir fyrirleikinu á Ásvöllum að það sem hann vildi allavega sjá frá liðinu, búið frá því hvort þeir myndu ná frá mótaleik, væri, þú veist, karakter og svona hann barði á brjóstið á sér og sagði bara, sjá bara svona að menn séu tilbúnir í að leggja sig fram og hann væntanlega ánægður með hvernig leikmenn svara kallinu var. Já, spila svolítið með hjartanu sko og gefa sér allan í það og ef þú gerir það þá getur þjálfarinn ekki kvartað sko og þeir gerðu það þarna víst og slóðu bara að unnu Haugana bara samfærandi sko. En hvernig sjáum við þá fyrir okkur að oddaleikurinn fari fram? Þetta Ef ég þekki Gunnar Magg rétt þá Þú þekkir hann nokkuð? Já, þá er þetta ekki að fara að gerast aftur. Þú vilt ekki lenda í Haugaliðinu, vera næsta lið sem spilar og eftir Haugum þeir eru búin að skýta upp á bak sko. Hvað heldur að Gunni hafi sagt í strákunum eftir leikinn? Hann hefur tekið nett hraun yfir þetta sko en ég myndi allan að hrauna yfir liðið mitt sko að það myndi koma svona lið sko en hann hefur klippt þetta í heljar og þeir vita nákvæmlega hvað þeir gera til að vinna og ef þeir spila svona leik þá fer Akureyrar áfram en með réttu ætti Haukar að komast áfram sko en maður veit aldrei, þetta er úrslitakeppnin.
Það myndir nú margir held ég bara flauta úrslitakeppnina af ef að Haukar myndir detta út núna sko. En ég meina, við hefum séð það undanfarin ára að deildameistarar ekki endilega vanir í að gera gott mót í úrslitakeppninni sjálfur. Nei, hvað var ekki 5 ár síðustu 5 ár hafa deildameistarar ekki unnið Íslandsmótið? Síðan 2010, Haukar gerði það 6 ár. Þannig að þetta er bara önnur keppni og það er bara búið að sýna, eins og fyrra, Haukarnir lenda í 5. sæti og eru bara langbestir í úrslitakeppninni. Þetta er bara spurning að toppa á réttum tíma og kannski toppar og snemma en ég efast það. Þetta er bara það góði leikmenn og það sterkt lið sko. Og spiluðu bara lengst af í fyrra veitu bara mjög illa sko. Ja, þau voru vesenni framan af vetur. Já, tómi bara sko. En eins og segið, þú veist, Haukar eru bara með 2 góða menn í hverja einstu stöðu og þeir geta rúlla svolítið mikið meira heldur en Akureyri sem spila kannski á 8-9 leikmennum og þeir eru búin að vera lemstraði skilur alltaf middir og eru að koma tilbaka núna og bara, þú veist, ef þeir spila flotta leik og bara flottir það sko. Þú persónulega hlýtur að vera bara ánægð með þetta að fara í oddaleik. Þú náttúrulega mætir þeim sem kemur úr þessum leik í undanúrslitum, þið strákar í BVF. Vantarlega bara ánægð með að fá hvíld á meðan þeir spila aukaleik. Já, eins og segir, þetta telur allt í þessu, það er svona stutt á milli, það telur þetta allt sko. Ég er bara ánægð með sko, að fá frí. En getum við svona verið sammála um það að Haukarnir hljóta að telja líklegri? Já. Já, hár stuðull að Akureyri myndi vilja sko, en ég ætla ekki að fá neitt sokk upp í mig þetta sko, en þeir hafa klúðra leikjum í vetur og þeir koma eftir svoleiðis leik þá hafa þeir alltaf komið bara tvíeldi til leiks og það er mjög erfitt að mæta Haukum þegar þeir eru eftir tapleik. Ég held að Gíturus hafi naðið sér svolítið í handabaki eftir þennan leik að verja bara 3 bolta sem Gíturus er búinn að vera mjög stöður í vetur og er alltaf með 10+ bolta. Ég er allavega langt síðan ég sé að Hauka vera með minni en 10 bolta varða í leik sko. En fyrir markmann, svona, svo við klárum umræðinu um þennan leik, fyrir markmann eins og Gogga búinn að vera frábær í vetur, við svo 3 bolta í leik sem skiptir svona miklu máli, hversu mikil áhrif kemur þetta til með að hafa á sjálfstraustið á leikmanni? Það er náttúrulega fyrir eftir hvernig að vinna úr því sko. Þú veist, hann getur farið að vorkina sjálfur sér og verið bara ennþá lélegri í næsta leik sko, eða sínt sko. Og þessi spurning hvernig hann bara höndlar þessa úrslitakeppni. Ef hann dettur niður þá er alltaf eitthvað svona úrslita eða Final Four eða einhverja svona það sem er eitthvað undir. Þar hefur hann kannski verið að detta hans niður í markvörslu. Við erum búin að sjá hann frábærinn í vetur og bara... En hann var á samanskapi sko lengi í gang seinasta vetur en frábær svo í úrslitakeppninni. Já. Þetta er heldur mikið að fara úr bara 15-20 boltum í leik niður í 3. Já, það er svo en ég er svo sem ekki áhyggjur af þessu Haukaliði sko. Þegar þeir mæta eins og þeir eru búin að mæta í hvernig næsta leiki á sér þá vinna þeir þetta en spurning hvernig Akureyri hvort að Kistlan fari svona illan í menn eða eitthvað, ég veit ekki. Þeir komu á bílaleigubílum sko í bæinn. Já, þú veist, Haukarnir keyrðu rútu, fórum í rútu til Akureyri. Það er fínt að vera í rútu, ekkert að því. Hættast nefn í vinnunni og... Ég fer í þryggjita með Herjól og rútu þannig að ég veit ekki hvað það með leik sko. En við skulum nú fara að setja punkti yfir í hvað þennan leik varðar og henda okkur bara í næsta leik og spurning hvort að við kíkjum ekki bara á Seltjarnarnes. Þar voru þínir menn í eldlínunni, þú kannski bara liggur beinast eða að spyrja, er ekki bara gleði og hamingja að herpa í BVF eftir þennan leik? Jú, klálega sko. Við vorum bara, þetta er bara ný keppni og margir sem vilja segja og tímabil okkar hafa verið í vonbrigði en... Ertu ósammála því? Já, nei, þú veist, ok, við vorum búin að bæta við okkur leikmönnum og við lentum náttúrulega bara í hellinga skakafullum og bara hellinga vesinni bara og það kannski tók meira á heldur en við byggumst við og við missum Nemo bara eftir korter. Já, veist, eftir fyrsta leik og fengum engan annan og svo missum við Tedda sem var náttúrulega búin að bara spila glimrandi vel og er búinn að gera það núna og svo missum Magga og Sindra og veist, þetta er bara búið að vera erfitt og
en við erum bæta það upp núna og mér finnst að við erum búin að sýna það núna í síðustu 2 leikjum að við erum búin að gera betur heldur en við erum búin að gera þessum tímabili. Við tölum það í seinasta þætti að Eyjaliðið svona eins og þú orðaðir það skemmtilega, þegar það úrslita eitthvað þá kemur Eyjaliðið inn, þú veist, eins og í úrslitakeppninni 2014. Ég hef mitt verið að horfa eitthvað svoleiðis á eitthvað svipað dæmi bara í kvöld, eða í dag. Það því að mér fannst Eyjaliðið bara gríðarlega sterkt í þessum leik. Og það er ekkert lið sem að hefur mætt á heimavöll Gróttu og átt einhvern auðveldan leik þar í vetur sko. Þetta er erfiður útivöllur, þetta er fyrna sterkt lið, Gróttuliðið. Og ég held að fólk hafi ekki alveg gert sér grein fyrir því hversu langt þessi strákar gætu náð fyrir mót, eins og margoft hefur komið fram, þeir voru spáfalli sko. En Eyjaliðið einhvern veginn bara, þeir náðu ekki forystu þarna fyrir en komist í fyrsta skipti yfir á 14. eða 16. mínútu eða eitthvað og eftir það var þetta bara einhvern veginn aldrei spurning sko. Ég veist, Grótta bara öflugir skilur og ungir beygjar, ungir og graðir og þetta er kunnalega handbolta og það er svona mjög svipar og við og fíla einmitt svona stemningu og Það voru mættir einhverjir riddarar hérna í hvítu og þetta var bara Já, og við fáum alltaf stuðning hvað sem við erum sko, ég segi það nú ekki en þú veist, bara Grótta, þeir unnu okkur einu sinni og gerðum 1 jafntefli við það og við unnum þá einu sinni og þeir komu mér allan svakalega mikið óvart í vetur sko, við eiga það. Það voru bara einhvern veginn sko, það voru svo margir, fannst mér, í Eyjaliðinu í dag sem voru að spila vel. Stefán Nilsen var góður í markinu, Einar Sverris frábær, svona þegar leið á og kom mjög vaxandi. Teddy var náttúrulega bara á landslýsklassa í þessum leik sko, bara frábær sko, bara skotnýtingin og annað hjá honum. Kári, þú veist, varnarlega og annað, þú veist, mér fannst þetta allt einhvern veginn vera að fúnkera sko. En það er mikið búið að tala eins og þú komst sjálfur inn á áðan að tímabilið hjá okkur sé vonbrigði og mér finnst svolítið bæði á spilamennsku liðsins og kannski svona umræðinni frá IBF, bæði það sem Arnar hefur verið að segja í viðtölum. Þið viljið alveg endilega kvitta fyrir þessi ummæli í úrslitakeppninni? Já, það er leiðilegt að fá stimpil á sig að þetta væri vonbrigði sko, og ég veist. En er það ekki eðlilegt svona ljósið þess að ykkur er spáð deildarmeistaratitlinum að fólk tala að það rétt ná í heimileikarétt sé vonbrigði? Jú, alveg klálega sko. Jú, við getum alveg orðað þannig. En veist, við náðum allavega sko, svona fyrir tímabili þeir áttu að verða út af því að þeir náðu í sko einhverja 2 leikmenn sem hétu Kári Kristján og Stefán Nilsen sko. Já, við erum bara með vel mannað lið, skilur, við erum bara að vinna 2 titla á 2 árum. En þegar, eins og segir, þegar hlutin dett út þetta er bara erfitt þegar við erum þetta er bara erfitt þegar hægri vængurinn okkar dettur alveg út sko. Það er mjög erfitt í handbolta sem við erum að spila sko. Þá verðum við helst að hafa einn allan örvittan sko. Talandi örvenda leikmenn, þið fenguðu nú liðstyrk fyrir núna seinasta hluta tímabilsins. Agnar Smári, ánægður að fá hann inn? Alveg klálega sko. Hann er skemmtilegur karakter og er bara æðislegur og við erum líka bara ógeðslega góður í handbolta og eiga það. Það verst bara hvað hann er fann að passa sig í allir svona umræði. Hann tók hérna í fyrra einhver ummæli á Twitter sem gerði allt villur og þegar maður reynir að pumpa hann eitthvað í viðtölu núna, hann er svo pólitíkus, hann segir ekki neitt. Hann var skólaði svolítið til að með síðasta tímabili þá mista hann er svona gæði sem hann bara segir bara hreint og beint út hvernig hlutirnir eru og það fór svolítið illa í nokkra menn að meira. En hann er bara, hann er æðislegur og er hrikalega góður biti í okkar hóp og kemur með svona léttleika hátt í hann og ég er bara eins og segi, hann er bara og líka búinn að vera stigvaxandi núna eftir að hann kom heim sko. Og á eftir að vaxa, við verðum að gera allavega væntingar til þess að hann stigi aðeins meiru. Það vita allir hvernig hann var í fyrra og annað og það við erum kannski aðeins að bíða svolítið eftir ennþá hann svona toppi. Já, hann skoraði 7 mörk í síðasta leik á móti Gróttu heima. Já, frábær þar. Já, og var bara mjög góður og í dag var það kannski ekki alveg að hitta og Lalli var bara með hann í markinu
hann held alltaf áfram sko, hann hættir ekkert alltaf sér með 10 vitn eða 11 vitn sko. En gaman að hann sko, hann kemur til Vestmannaeyja að spila 2 tímabil og hann einhvern veginn orðinn eins og bara heimsins mesti Eyjamaður. Hann mesti Það bara eins og hann hafi aldrei farið af Eyjunni. Eyja má eiga það, þeir ná að gera svona menn og ef þú fílar þarna þá þetta alveg æðislegu bær og þú getur, verið aðdrumaður þarna ef þú vilt vera góður í þinni íþrótt þá allt í alls þarna sko. Lúter, þú varst á leiknum í dag, Grótta IBF, einhver atriði svona sem við þurfum að taka sérstaklega fyrir? Nei, einhver fattaskapur í andra eða eitthvað? Nei, ekkert, þetta var hörkuleikur, þetta var svona, maður sá það bara strax, þetta var svona í byrjun, það voru svona, maður var kannski, eins og umræðan kannski búin að vera undan þarna dag, maður var svona kannski að fylgjast með dómurum og svona leikmönnum og það voru svona, brot þetta og menn voru svona að kýtast utan bolta. Þetta var bara rosaleg barátta sko, en bara heilt vel dæmdur leikur held ég og bara... Ég ekkert mikið út af þetta að segja sko. Bara, megum samt ekki gleyma því að dómararnir líka mannlegir sko, nákvæmlega. Og þeir geta gert alveg mistök eins og við leikmennir og þegar, ég veist ekkert, það var eitthvað að tala heimadómgæslu út í Eyjum og en Það var nú kannski helst og Gróttumenn voru ósáttir við atvik þar sem þeir vildu sjá Magga Stef fá rautt. Sko í leiknum fannst mér þetta ekki líta svona illa út sko, en þetta lítur náttúrulega illa út af vídeóinu en ef þú veist ekki hvað dómarar eru að dæma leikinn þá eru þeir góðu dómarar og mér finnst leikurinn í dag bara þokkalega vel dæmdur sko. Bara skemmtilegu leikur á að horfa, mikil barátta, jafnt og það var bara hart barist og það vildi enginn tapa þessi leik og Grótta var líka bara með það að ef þeir töpuðu þá væri að fara í sumarfrí sko og það vill það enginn núna í apríl sko. Rétt ára við segjum skil við þennan leik, IBF hefur náttúrulega átt frábæra einvígi í úrslitakeppnum sko, hvort sem við tölum bikarúrslitin hérna 2015 eða Íslandsmeistaratitilinn 2014. Sjáuð þið, svo ég spyr nú okkur báða, sjáuð þið fram á IBF geti átt annað ævintýri, þriðja ævintýri? Ég segi já. Eðlilega, kannski? Já, við erum að búa til stemningu og við erum svona, Eyjamenn kunna að búa til stemningu og við erum góðir í og við þrífumst mest þegar mesta stemningin er. Þegar allir eru í stúkunni og taka það sem hjartast slæðir og það eru bara allir geðvíkir og það fílum við og Ég sagði það einhvern veginn sko í síðasta þætti og það var nú einhverjir 4-5 menn spurt út í þau leik. Ég sagði það sko, við vorum að tala Valsmenn til dæmis sko. Ég sagði að það væri bara 2 lið á Íslandi sem væri bara betri en Valsmenn þessa dagana og ég nefndi Haugana og ég nefndi IBF. Og eins og leikur IBF sýndi það sem þeir sýndi mér í dag þetta klárlega lið sem að það getur enginn sagt að þetta út þetta er bara lið sem getur orðið Íslandsmeistari. Ég tek undir það. Þú tekur undir það? Það væri nú áhugjefni, Addi P. var líka búinn að hringja ef þú myndir fara að andmæla þessu eitthvað sérstaklega. Nei, við ákveðum bara það markmið að við ætlum að komast í undanúrslit og við erum búin á það markmið og næsta markmið er það bara að komast í úrslitin. Og við náttúrulega búumst í að mæta Haugum og það er náttúrulega bara liðið til að vinna núna Og ykkur hefur nú gengið ágætlega þegar menn spyr undir gegn Haugum? Við erum ekki, það er ekki krísa þar á bæ sko held ég. Nei. Það, þeir eru bara, þetta líka bara skiptir máli hvernig þú kemur stemd til leiks og allt þannig sko. Ég allavega vil veina það að við ætlum alla leið og við viljum meina það að við ætlum fara alla leið og það er bara þannig. Þeir eru svona kannski, þeir eru svona, mér finnst batamerki á leikliðsins klárlega ekki bara síðustu 2-3 leiki, þetta er bara búið að vera svona menn að koma inn, Maggi að koma úr handabróti og spilar varnarleikinn í dag en áttur að vera, vaxandi inn í leikinn, það er svo margt sem að einhvern veginn er að ganga upp hjá IBF þessa dagana finnst mér. Við erum bara nóg til að peningum og, nei. Nóg til. Engin Herjólfur í úrslitakeppnina á? Jú. Nei, ég veist þess að segja, við erum allir að koma tilbaka og þeir sem voru meiddir og við erum bara ákveðnir því að kvitta fyrir þetta vonbrigðistímabil og við ætlum bara að gera það núna í næsta leikjum. Það er ákveðið það, við skulum henda okkur núna yfir í næsta leik. Þar var Reykjavíkur slagur.
þar sem Fram tók á móti Val, annar leikur liðanna í 8. úrslitum og aftur þarf framlengingu til að skera úr sigurvegara. Þetta ætlar að verða hörku strákar. Alveg klárlega sko. Ég fylgdist með framlengingunni í síðasta leik þegar þeir voru að keppa og þetta var bara stálinn stinn sko og mér finnst líka Framarnir vera þeir spila viðbjóðslega góða vörn sko og þeir eru bara segir og svo Kristoffer vann að verja eitthvað, ég veit ekki hvað varði í 14 skot í dag. Já, og þeir aðalsmerki þessi blessaða varnarleikur og Gulli búinn að skipuleggja hann mjög vel sko og líka þeir Framarar eru með eitthvað tak á völsunum sko þeir ég veit ekki hvort þeir unnið tvisvar eða einu sinni. Það voru ótrúlega óöfnir seinasta leik í deildinni að tapa með 1 marki eftir að hafa verið 4 mörkum yfir bara þegar það var. Samt sko eins og í síðasta leik í vitnaði hann að þá þeir yfir og það 50 sekúndur eftir með 2 mörkum og þeir missaði í jafntefli sko. Það svolítið og ég held að þeir vilja svolítið kvitta fyrir það núna einmitt. Þetta búið að vera skrítið tímabil hjá Fram. Þeir náttúrulega eru frábæri fyrir áramót. Eitt heitasta liðið vinna 7 leiki í röð og svo einhvern veginn mæta til leiks eftir áramót eins og höfuðlið segir. Fara ansi langt bara á varnarleiknum fyrir áramót. En hvað gerir síðan eftir á? Voru bara að spila mjög vel. Þeir mega bara eiga það. Bæði sóknarlega og þeir eru náttúrulega með, í dag eru þeir að sigra Valsmenn og þeir eru ekki með Ólaf Ægi og þeir eru ekki með Arnar Frey. Nei, koma þeir eitthvað inn í... Þeir koma ekkert meira inn í liðið. Nei, sko, Arnar Freyr er náttúrulega meiddur í nára og mista U20 verkefninu seinstu helgi og hann sagði mér þá sko að hann er að missa af U20 verkefninu til þess einmitt að eiga aukna möguleika á því að komast inn í úrslitakeppnina. Það er bara ennþá stærri plús fyrir þá ef að þeir... Hann er líka búinn að spila, glimrandi vel sko, en þeir byrjuðu að tapa einhverjum 2-3 leikjum eftir áramót og þá byrjuðu þeir svolítið að brjóta sig niður og bara komnir í smá krísu. Og það var bara erfitt hjá þeim, þeir unnu einn leik og þeir vilja svolítið kvita fyrir það og sýna bara eins og segi, þetta önnur keppni, þessi deild búinn, nú bara dugað að drepast og það bara geðvíkin eða ekki neitt sko. Tölum aðeins valslið og kannski byrjaði að spyrja ykkur Ómar Ingi Magnússon, fyrir meiddur á velli í dag og útlitið er ekki gott, hversu stórt högg er höggvið í valsliði ef hann kemur ekki meira á þessu vetur? Þetta er eiginlega ekkert skarð sem myndast, það er bara gíl sko. Það er bara, þetta er bara þeirra aðal leikmaður sóknarlega séð og það er bara þeir eru með rosalega stóra breidd, þeir hafa farið langt í vetur og maður hefur séð leikmenn meiðast, þeir virðast alltaf eiga eitthvað en það á ekkert lið 2 Ómar Inga sko. Það er ekkert öll lið með Ómar Inga sko. Það má eiga það að hann er mjög góður og hann kemur með ákveðna ró og yfirvegun og yfirsýn, þessi drengur náttúrulega með fáránlega yfirsýn sko. Og já, þetta er stórt skarð en þá bara Geir og Gummi þeir verður bara að stíga meira upp. Þeir vilja kveðja með titli, ég held að það sé nokkuð ljóst. Þeir eru að fara eftir tímabilið og... Já, þeir eru bara fastir saman síðan Já, ég var nú að djóka með þetta daginn að Gummi náttúrulega kom með 2 börn, hann vantaði bara upp eða ekki. Nákvæmlega, nei, þeir vilja enda þetta með titli og þeir endur náttúrulega verið unnu bikarmeistarana og þeir voru flottir þar en nú þessi stóri leikir hafa verið að vefast fyrir þeim síðustu ár og það er spurning hvort Þeir hafa vantarlega lært mikið á bikarúrslitunum núna. Já. Hvað spennustigi var þar og svona? Já, og þeir spiluðu bara fína leik á móti Gróttu. Þeir hafa líka verið að spila svona leiki í vetur upp á sem eru bara svona úrslita leikir hvort þeir séu að missa Haukan of langt frá sér í deildinni og einhvern veginn svona ég einhvern veginn talaði eins og í síðast þetta og þar síðast held ég örugglega líka þeir eru ekki að heilla mann, svona ekki sóknarlega séð, það er eitthvað sem vantar. Eru ekki samt svolítið ósanngjarnir? Mér finnst umræðan einhvern veginn hafa alltaf verið neikvæð á Val í allan vetur. Að Gaupin náttúrulega kannski fer fyrir þessar umræðu svolítið á köflum, að menn sé að stinga mikið niður og eigi miklu meira inni. Er þetta ekki einhver liti ósanngjarn umræða? Ef þeir eru... Þeir eru náttúrulega í öðru sæti, sko, þú verður ekkert í öðru sæti að þú kannt ekki handbolta, sko. Nei. Ef þeir eru náttúrulega í yfirbara öðru sæti,
lang næst besta liði Já, eins og eins og einhver sagði. Já. Og veist, þú gerir það ekkert og með... langt í að ná toppsætinu. En samt skilur, þeir eru í öðru sæti og þótt þessi bursið frá því að þeir séu langt frá Haukum eða ekki. Haukar átti bara glimrandi tímabil. Valur, ég held að þeir kvart ekkert sko. Þeir eru með bikarmeistaratitil, eru í öðru sæti. Nei. Og þeir eru lent í brasi á móti Fram er bara, þeir eru bara sterkir. Ef þeir detta í gírinn þá, eins og það sýndi, þeir unnu 7 eða 8 leiki í röð. Og það er bara, það er ekkert öll lið sem getur gert það. Oddaleikurinn á þriðjudaginn. Getum við ekki svona, það er náttúrulega núna búin að vera 2 leikir, fyrri leikurinn er tvíframlengdur, seinni leikurinn framlengdur, snýst þetta í oddaleiknum hvort liðið með meira á tankinum? Já, þetta eru 3 framlengingar á, hvað eru 4 dögum? Hvernig eru bara leikmenn þegar þú sjálfur spila svona leiki á 2-3 dögum? Það tekur á sko. Það er ekkert mikill tími í endurheimt á milli leikja? Nei, og þetta er bara kunst, svo þú þarft að hvíla þig vel og næra þig vel og allt það, en þessi oddaleikur snýst bara hugafæri sko, hver er með sterkari hugafar og hver verið sterkari andlega sko. Þetta er náttúrulega, þegar liðin eru bæði jafn þreytt og ég held að þau spili, kannski Valur er kannski að rúlla meira á sínu liði heldur en Fram. En þú bara hugsaðir ekkert þreytið þegar þetta komið í þetta. Þú verður þreyttar en þú spáir ekkert í held ég. Ég ætla að spyrja ykkur hérna rétt í lokin áður en við segjum skil við þennan leik, hvort liðið fer í undanúrslit? Ég ætla að halda mig við að Framarar slái Valsmenn út. Ég segi það líka. Ég held að toppkilinn með verið með 10 mörk og hann áttur að vera heitalýsir. Og fara ykkur flottan spons frá Adidas í kjölfarið vantilega. Fann ég skó eða eitthvað. Nei, ég held að svona ándjóks að ég held að Fram muni. Ég held að það hafi kveikt í þeim að einmitt sko að lenda í þessu tapi í fyrsta leiknum þeirra, það keyrði þá upp í bara, þeir eru ekkert búnir með það stríð sko. Nei, nákvæmlega. Þeir sýndu það í dag. Nákvæmlega. BK kjúklingur. Því að hollt er gott. BK kjúklingur. Grensásvegi. 51.is Heimavöllur handboltans. Alright, þá skulum við taka seinasta leikinn. Það er leikur sem spilaður í kvöld fyrir tróðfullum Kaplakrika. Afturölding klárar FH. Hvað fannst ykkur þennan leik? Kannski ég byrja þér Lútur, þú varst á vellinum. Þetta er bara allar staðir frábær handboltaleikur sko. En þú veist, það var bara einhvern veginn, það voru allir að tala um þennan leik sko. Og þetta fór svolítið í taugarnar á mig sko í hálfleik sko í Grótta IBVF. Það voru allir að tala um leikinn sem þeir ætla að fara á í kvöld sko. En það er kannski, þú veist, það sem gekk á undan sko. En báði þjálfararnir upp í stúku og svona. Leikurinn sem slíkur olli engum vonbrigðum sko. Nema kannski bara fyrir FH-ingana, það hafi ekki komist áfram en ég hefði, sko, ef að FH hefði farið áfram og tryggt sér 8 leik, ég hefði aldrei einhvern veginn sagt að þeir hefði stólið einu með því sko. En mér langar að spyrja ykkur aðeins út í allt umstangið í kringum hennar leik. Það var náttúrulega ákveðin farsi sem myndaðist þarna, mikið læti, mikið alveg... Svo veit enginn hvað gerðist? Nei, en kannski einhvern veginn 2 þjálfarar settir í bann og eina stundina heyrir maður að einandur hafi skallað eftirliðsmann og myndatökur sína annað og svo er maður búinn að heyra eitt og annað Halldór Jón og hafa látið mann og annan heyra það. Kannski erfitt fyrir þig að sem leikmann að svara þessu þar sem aganefndin virðist vera í einhverjum vígahug og kannski þú verður bara að banna. Taktu nú Agnes Már á þetta og láttu að heyra. Sjálfur, ég veit ekki sem hvað gerðist þannig, jú, kannski fóruður beint til leik og voru eitthvað heitir þá og litu dómarinn að heyra það, þetta er smá passion í þessu og þú verður að hafa smá passion, en kannski fara beint eftir leikinn, beint í dómarann, en sama hvað þið sögðu. Og svo vill ekki segja hvað gerðist alveg. Og hvorugur þeirra fekk rautt spjald. Hvorugur þeirra, þeir komu báðar á fjöllum þegar þeir voru tilkynnt á föstudeginum að þeir hefðu dæmdir í bann. Dómararnir láta bara einhver 2 atvik, fylgja skýrslunni
og aganefndin fer yfir þessi atvik og finnst þeim að vera það alvarleg að þeir eigi báðir að taka út sína refsingu. Ég veit ekki, við fjölmiðlamenn erum oft sko eins og í þessu leik, við vorum staddir bakvið, vorum að ná í viðtöl eftir hennar leik og vorum á ganginu fyrir framan búningsklefana eru upp í Mós og nálægt hvort öðrum. Það var alveg hiti á göngunum, svona maður fann það alltaf bakvið, en það var ekkert eitthvað svona sem var í uppsiglingum fannst mér, það var svona... Ég veit ekki hvað þeir að vera að segja sko, þú þarft að segja svolítið mikið til að fá sko... Ja, menn hafa nú aldrei látið gaman geisa bara eins og til dæmis í viðtölum við fjölmiðla eftir leikja og það verið endilega bannað. Það var ekki viðtöl sem í neinum fjölmiðli sem að benti til þess að það var enginn sem að misti sig þar. Mér fannst bara Halldór Jón vera mjög slakur í þessu viðtali og RÚV sko eftir leikinn. Ég veit ekki. Líka kannski furðulega þetta ef Einar Andri hefur verið svona virkilega reiður og nógu reiður til að láta dæma sig í bann eftir sigurleik. Þú varst að vinna með einu marki. Af því hann hefur sjálfur sagt að hann var ósáttur við hversu snemma höndin fyrir upp í seinustu sókninni. Þegar þú ert búinn að vinna leikinn þá ertu ekki að fara að segja nógu mikið til þess að fara í bann. Þú getur gagnrýnt þessa dómara fyrir... En þeir pössu sig, ég veit ekki hvað þeir voru að passa sig, viðtalið sem að ég tek við Halldór Jóhann, það segir hann einhver ákveðna hluti sem eru algjörlega undir öllum línum skilurðu og ekkert að. Við tölum svo saman þegar viðtalið er búið, maður situr ekki til loftið hér hvað hann sagði, en hann var ekki sáttur. En það var ekkert eitthvað sem að... Og það var aldrei sáttur sko þú búinn að tapa og þá tapa með einu marki, hefðu getað jafnað, skilurðu tæplega. Og ég held að þetta aldrei sáttur og tapað og ég horfði nú á hann leik, ég fann, við komum stundum glóruleysi dómar, eins og ég sagði á hann, dómarnir eiga ekkert alltaf besta daginn, þeir geta alveg átt slaka leiki og kannski átt þeir slaka leikana en samt, come on, þú veist að vinna. Þú veist að vinna handboltaleik og ert komin 1-0 yfir, þá áttu bara að halda róðinni og segja bara það er snillt, stafir flottir og bara hvað með það að dómarinn er lélur. Þeir voru, þessi leikur var, við sjáum það hérna líðast, hann var ekki vel dæmdur en samt, eins og ég segi, minnst þetta glórulaust. Þú komst inn á þetta í seinasta þætti þegar við vorum að tala um þennan leik einmitt að hann hafi verið illa dæmdur en okkur óraði í rauninni ekki fyrir því sem átti eftir að koma í kjölfarið. En sko, ef maður fer yfir það, ég fór yfir það núna með einu manni, þessi 4 rauðu spjöld sem voru gefin í fyrstu umferðinni, þau eiga þau ekki bara öll rétt á sig? Það var komið 3 og 2 út í eigum, 2 sinnum og það 2 rauð spjöld náttúrulega, en var ekki bara það voru 2 beinrauð. Já, 2 beinrauð. En samt, fekk Ágúst ekki í FH, fekk hann bara ekki 3 og 2 það, hann fekk ekkert beint rauð. Jú, hann fekk beint rauð. Hann fekk beint rauð. Í fyrirleiknum þar sem. Já, í fyrirleiknum. Fekk svo 3 og 2 í dag. Já. Og hann var ósáttur við, allavega fannst mér hann mjög ósáttur við síðastar gulaspjaldi, eða síðustu 2 mínúturnar í dag. Já, ef við förum að færa okkur yfir í leikinn sem var í kvöld, það er svona spennandi leikur og liðin skiptir svolítið að því að hafa fórhustuna og svona kannski mælikvarðin á að sjá best hvernig leikurinn spilaðist og að fylgjast með Einar Andra og Halldór upp í stúku, þeir voru rauðir og náfölið til skiptis. Hann heimsótti alveg fréttamannastúkuna, Halldór Jóhann sko. Það var bara gaman á hann, það bara lýsti bara spennustíðinni fyrir leikinn, það logaði allt húsið sko einhvern veginn, en allt kom friðsamlega fram sko. Ég mætti nú á seinni hálfleikinn í þessu leik og vel mætt og þetta var bara stál í stál og mér var samt svo leiðilegt að voru margir að pæla í þjálfurunum upp í stúku. Náttúrulega, þeir þjálfa liðin, við spilum leikina sko. Já. Og mér var þetta bara, það sem ég sá á þessum leik var þetta bara mjög flotti leikir og þetta hefði getað dottið báðum megin sko. Ég held að, FH hefði alveg getað unnið hann með. Enda heyrði maður það á Einar Andra, hann vildi ekkert vera að láta að gera það á að málið að hann sæti einhverjum upp í ári. Nei, hann vildi ekki taka viðtöl eftir leikinn og bara, það var bara tekið viðtöl við þjálfarna sem stýrði liðinu og hann vildi ekkert vera að taka sviðsljósið einhvern veginn af leiknum sjálfur. Sanngjarnt sigur. Já. Þeir eru unnvölu fyrir þessu. FH að ná einhver út úr þessu. En Afturelding átti þetta líka alveg skilja sko. Já, ég sé, hvorugt lið, ég veit ekki hvað að segja. FH hefði alveg getað unnið það. Afturelding, eins og sé, þetta hefði getað dottið báðum megin.
og afturleikum, mér finnst afturleikum vera svolítið klókari bara alveg í endan, hvernig þetta fór sko. Langar kannski að En við erum líka búin að hrósa og þú veist, hann er búin að fá mikið hrós, hann Ágúst fyrir sko sína frammistöðu, en hann það er vont fyrir hann að missa hann út af undir lokin. Mér langar að kíkja þess á viðtöl úr þessum leik, bara sett að sjá hvað menn höfðu að segja og byrjum á Jóhanni Gunnari, leikmanni Aftureldingar sem var ansi kátur í Fyrstu viðbrögð svona rétt eftir þennan leik? Svona bara, þetta alltaf svona sérstök tilfinning sem úrslitakeppni að komast áfram. Mikið gleði og þakklæti og svona bara virðing við hitt liðið. Spiluðu ótrúlega vel og ekki mikið sem munaði en við þetta endum sem betur fer 2-0 í þessu þó hef ekki munað neinu á þessu liðum sko. Talandi hitt og læti, Ágúst Birgisson fær rautt spjald fyrir brot á þér. Hann verðist setja einhver vel valinn orð í eyrar, hvað sagði hann? Hann sendi mér eina pílu, hann sagði stattu upp, dút. Ég ætla ekki að segja það en hann tók þessu bara í hendur, þetta svona pirraður og svona en bara gaman að því. Hvort viltu þína fyrir félagi fram eða val í undanúrslitum? Ég veit ekki, mínir gamlu segir maður. Ánægði með að setja þetta í 8 leik og eins og ég segi, ég ætla bara að mæta á leikinn og sjá. Kjánulegt við biðum eitthvað eitt lið en þetta bara Reykjavíkur lið og það er gott, svona stutt í útileikinn fyrir mig í bænum sko, þannig að ég er bara sáttur. Strákar, Jón Gunnar, hann er alltaf hress. Já, hann var bara eins og það bara tilkynning að fara fram sem forseti eða eitthvað, bara þakka öllum og þetta var eitthvað. Nei, þetta er æðislegur leikmaður sko. Það er gaman að komast það fram og eins og segir, þetta var hörku innvíi og hann var mjög góður og mjög öflugur í þessum leikjum Munar það að hafa hann var náttúrulega lítið með fyrir áramót vegna meiðsla og munar náttúrulega Vendir í meiðslum í síðasta leik og svona, þú veist, greinilega náði að spila þennan sem betur fer fyrir þá. Já, hann er mjög stór leikmaður í þeirra hópi sko, og mjög mikill leikmaður fyrir þá og eins og segja, hann er bara einn af þeim betri í þessum deild. Mér finnst áhugavert að sjá það þegar hann talar eins og orðaskipti sínu Ágúst Birgisson þegar hann fær Ágúst Birgisson út af. Ég ætla kannski ekki að segja hann hafi fiskað hann út af því að Ágúst braut klála á honum. Það er einhver orðaskipti þeirra á milli en eins og hann segir allir vinir eftir á. Já, þetta er bara... Sáu þetta ekki líka í dag hjá ykkur aðeins? Það var svona, menn voru svona kasta kveðja á hvern annan svona. Þú ert alltaf bara heitt í hamsi þegar þú ert að spila og þeir... Menn ekkert erfað þetta vikundan á? Nei, þetta er bara, þetta er búið eftir leik og eflust er þetta ykkur í sko, en ef þú ert... Er einhver leikmaður í ólistildinni sem þú bara talar í? Nei, ég held ekki. Við skulum kannski kíkja á eitt viðtal viðbót í þessu leik og heyrum hvað Ágúst Eli, markmaður FH, hafa að segja en áður við sýnum þetta viðtal þá verði ég eiginlega að taka það fram að Lúther sem situr hérna lengst til vinstri var í nýju hlutverki ykkur? Hann var í nýju hlutverki sem myndatökumaður og þetta er svona svolítið fusion myndir hjá honum. Hann er svona vill ég að þetta verði. Hann er á fókus á köflum og á köflum er hann svolítið meira í nefhárunum á Ágústi. Kíkja á hvað Ágúst það þennan leik að segja. Það er ekki þessari myndatöku sko. Ekki mikið sko. Sérðu það, gæði hann upp í stúku, hann er betri. Þetta skiptist fáránlega, veist. Ég held að það hefði mest að vera eitthvað 5 mörk eitthvað mest að í þessu einvíði sko, þannig að þetta er mjög jafnt allan tíman. Þessu leik að dettist alltaf niður í seinni. Þótt að við séum búin að vinna okkur inn, 2 marka fórustu eða eitthvað, eða 3. Missum aftur niður og við eiginlega komum ekki aftur frá því sko. Það er svona þegar allt kemur til alls, hvað bara þeir aftur að koma fram með ykkur í sem við leiks á næsta ári og alltaf mikið og við getum betur, við erum betur að þetta og við harum að hefna en til leiks næsta haust. Partnir í sumarfrí komum við vantarlega bara tvíhjaldir til leiks næsta haust. Já, ég býst við því og við harum að hefna en mér finnst þetta ósakir hvernig þetta fjall í sem við og við getum betur, við erum betur að þetta og það jú, auðvitað komum við tvíhjaldir til leiks á næsta ári og ætlum að gera betur, sérstaklega í deildinni. Við vorum bara heppnir að skríða þarna upp í 7. sæti, við hefðum getað náð 4. sætinu en endum í 7. Þannig við vorum bara lélegir
þannig hluta veturinn sem skiptir miklu máli. En síðan komum við tilbaka sterkir í síðustu umferðina og gerðum vel þar. En við ætlum að gera betur á næsta ári og við ætlum að vinna ykkur titil á næsta ári. Það er á hreinu. Lúther, Rúf var að hringja, það vantar tökumann. Það vantar tökumann. Ég ætla að leggja þetta fyrir mig. Mér finnst þetta ekkert af þessari myndum. Mér finnst þetta er nýtt sjónarhorn. Já. En strákar, ef við hendum okkur kannski inn í all... Ég fatti það samt sko, hann er náttúrulega eðlilega, eins og allir leikmenn FH rosalega svektur yfir því að vera komin í sumarfrí. Það er ekkert gaman sko. Það er ekkert gaman. Sérstaklega svona í miðjan og maður heyrir það Já, við gerum þetta í fyrra, við töttum 2-0 á móti Afturlendingu í fyrra. En að ég veit samt ekki alveg hvað hann á við þegar hún finnst eftir þessa 2 leiki að þetta sé óréttlátt. Ég veit ekki hvort að það hefði verið eitthvað réttlátt frekar að Afturlending hefði farið í sumarfrí kvöld sko. Andri? Nei, það er eins og ég segi, þetta hefði getað endað sigur megin. Mér fannst FH vera klaufar, þeir bara töpu alltaf miklum boltum í fyrirleiknum. Og ég sá bara seinni hálfleikinn í þessu leik og þeir voru segir sko og er vont að tapa en hann segir, mér langar að ekki athygla á því sem hann segir í lok viðtalsins, við ætlum að vinna titil á næsta tímabili. Þeir þurfa væntanlega að styrkja sig. Ég meina, jú, Ísak kemur inn og allt það og fá Danna í markið, en það vantar meira, held ég, að mínum mati. Til þess að þeir fara kannski að sanka sér titil. Eru þið sammála því? Já, þeir eru á höttunum eftir meiru og eru búin að vera í viðræðum við. Sko, þeir eru náttúrulega ekki með örfenda, bara pjúra örfenda skítu. Einar Rafn er náttúrulega hreinrættar hornamaður og þótt að hann sé búinn að vera glimrandi góður núna á þessu tímabili, þá er hann hornamaður, skilurðu. Hann var alinn upp sem hornamaður. Svo vantaði ég held að við vanti bara aðeins meiri breidd. Það vanti kannski... Það vanti, við sáum líka sko eins og núna bara menn sem sitja við stúku í þessu leik, Theodor, Ísak, Steingrímur Gústason, þetta hefur ýmislegt að segja. Já, Ísak, hrikalega góður varnarmaður, Teddy, Sigur, línamaður, svo Steingrímur Gústason. Litli bróðir Óla Gúst. Já, litli bróðir Óla Gúst. Fara að sí hann á eftir eða ekki? Jú, við ætlum að fara sérstaklega yfir. Við ætlum að kíkja á hann á þessu. Hann var að mínu mati sterkasti leikmaður FH í kvöld. Það er bara þannig. Ég, sko, hann eins og hann segir, sko, Andri, ég er alveg sammála því. Þú veist, það vantar eitthvað svona sóknarlega. Þú veist, Einar Andri er hvað? Hann er með 25-6% marka alls liðsins í vetur. Það er alltaf stórt. Einar Rafn. Einar Rafn segi, Einar Andri. Einar Andri var minna í markaskorun. Það var ekki mikið að skjóta marki. Nei, hann er með... Hann skora annars þar, en það er of stórt hlutfall. Já, sammála því. Já, klálega sko. Þú getur ekki verið að treysta svo mikið á einn leikmann sko. En hann, ekki tekið neitt á honum. Hann var gríðarlega öflugur fyrir þetta lið. Ási, hann byrja, þeir döluðu svo mikið sko. Og það kostaði þá bara. Þeir eru með fínt lið og þeir sýndu það eftir árum að þeir eru bara mjög gott lið sko. Mér langar að sýna ykkur aðeins. Ég tók eftir í snemma leiknum að Steingrímur Gústason sem er á meðsladist FH var hitjörn í stúkunni og hann var duglegur í því að berja stuðningsmenn FH áfram og ég ákvað að hafa bara myndavél á honum nánast alla leikinn og ég ætla að sýna ykkur hérna bara við förum yfir þetta saman strákarnir. Það er alltaf fjör í honum. Hann er duglegur að hvetja liðið áfram. Já, hann laði sitt að mörkum þetta, við getum allavega kvittað undir það. Þetta er nefnilega rólindi strengur sko, þú talaði um dagstaglega en einhvern veginn... Ég tala ekki dagstaglega við hann, en ég sé það ekki á þessu, þetta sé rólindi strengur. Hann er bara... Ég held að sé erfiðara fyrir leikmann að sitja í stúku og horfa liðið sitt spila heldur en að vera inn á þetta. Ísak var hann komin á trömmunda líka og stóð sér svo hetja og hérna... Þú verður æstari fyrir vikið upp í stúku sko. Ég verði þannig sjálfur sko. Alveg snaggeður upp í stúku. Kannski skemmtilegt að koma núna að uppáhaldsmomentinu mínu eftir örfáar sekundur. Hanna.
Sjáu þið strákir. Það verður að pumpa Þetta er loft í alvöru, liði. Þetta, ég fullir það strákar, næst þegar ég fer einhvern tímann eftir miðnætti helgi á B5, þá ætla ég að vera í þessu, hérna. Þetta er glæsilegt. Mikilvægt fyrir liðið að þetta sýnir ákveðna samheldni. Já, alveg klálega sko. Það er ekkert allir leikmenn í Ólafsdeild sem myndi gera Já, þetta sko. hann bara náði líka bara allir í stúkunni með sig þegar hann vildi það og... Ég var hrikalega ánægður með FH-liðið og afturlendaliðið líka, áhorfendur. En svona viljum við hafa þetta, það voru trófið stúka og stuð. Við viljum hafa þetta svona. Já, svona á þetta að vera líka. Og maður vill að þetta sé svona í öllum leikjum, en þeir eru byrjar að mæta núna áhorfendinni og það er frábært. En við förum núna að svona ljúka þættinum yfirferðinu leikina í Ólafsdeild karla. Við erum náttúrulega, við veitum það að Afturelding er komin í undanúrslit og strákarnir komin líka. Þetta verða svo Seiði, Haukar og Fram sem fara að taka hinn 2 plássin. Já, ég held að... Þannig að þetta verður Haukar IBVF og Fram Afturelding. Ég heyrði nú hljóðið í bróðum mínum og eftir leikinu móti Akureyri og þeir voru ekkert sáttir sko, en ég held að þeir muni koma 10 til leiks og ég held að þeir taki þetta og Fram. Ég held að þetta verði, já, ætli viljum ekki bara 10 framlengja leiki og jafnvel vítakeppni í einum. Það verður alveg æðislegt fyrir alla bara. Það er eina sem vantar, það vantar vítakeppniskeppni. Já. Hún er eftir 2 framlengingar. Já, eftir 2. Þú kannski græjar þetta bara fyrir okkur í einhverju leikum á móti Haukum. Tækir þú vítið þá eða? Já, það er ekki 5 vítið eitthvað. Jú. Værirðu 1-5? Já, ég held að ég væri í top 5. Ég væri kannski ekki fyrstur en... Nei, við erum með marga vítaskipti sem myndi klára þetta. Ég væri kannski í 5. sæti, 4. og 5. Við látum þetta vera loka orðin. Við minnum fólk og hvetjum fólk á að kíkja á oddaleikina sem fara fram á þriðjudagskvöldi. Þar taka Haukar á móti Akureyri á Ásvöllum og í Vodafone-höllinum að búast við hörkuleik þegar Valur og Fram mætast í 3. sinn. Við þökkum fyrir áhorfið í kvöld. Verið sæl.